Gagnahöllin. Já, komið þið sæl. Það hefur verið sterk suðvestanátt hjá okkur undanfarnum dögum og éljagangur víða land og við sjáum hér á hitasviðinu. Þetta loft á sinn uppruna í rauninni frá heimskautasvæðum Norður-Ameríku. Það hefur verið afar kalt að undanfarinu og þetta loft hefur verið að leita hér út til austurs yfir Atlantshafið og sótt í sig bæði raka og varma neðan frá þegar á leið sinni til Íslands. Og þannig verða nú oft til myndarlegir éljaklakkar, en við erum svona aðeins að fara að breyta takt og við sjáum það þegar framlíða stundir í þessari hreyfimynd. Við lægum með lægð bæði hér vestur og norður af landi og þær eru að leita hér til austurs og það opnar á norðanátt sem verður nú viðlátandi hjá okkur þá fram á nýtt ár. En það sem meira að við erum að fá þá hrollkalt loft úr norðri inn yfir landið og það loft verður tiltölulega þurrt, þannig að það var nú ekki mikil úrkoma í þessu, en við fáum að sjá mjög svo kaldar hitatölur á næstu dögum. En það sem að þetta loft gerir sem kemur hér frá úr vestri, að það myndar hér mikla stóra og góða éljaklakka og við sjáum þá greinilega hér í þessu korti og hafa verið að gefa af sér góð él sunnar og vestan til á landinu í dag og við sjáum að það einnig svona þegar líður á nóttina og morgundaginn þá fer að snjóa norðan til á landinu og þannig verður nú staðan svona mestu leyti næstu daga þó að það verður nú ekki mikil ofankoma í þessu norðan til að þá verður alltaf eitthvað allan á köflum. En lægðin sem hér vestur af að hún svona smám saman að grinnast. Við sjáum hér klukkan 19 í éljabakkana bæði sunnan og vestan til á landinu, lítið svona bjart veður og köflum á norður og austurlandi. En þegar framlíða stundir þá grinnist lægðin og hún tekur smám saman að hreyfast hér til suðausturs og verður hér eftir hádegi bara rétt suður Reykjanes á morgun. Ef að þessi spá gengur eftir þá getur verið svona nokkuð snarpur vindur í tengslu við lagðarmiðjuna sjálfa eða svona á jaðri lagðarinnar og snjóa nokkuð duglega svona þegar hún fer hjá. Einnig verður komin nokkuð álitleg norðanátt hér norðanlands og getur snjóa nokkuð duglega þar allan tíma. En við sjáum að hitatölum að það er svona frostamestu leitin nema kannski svona rétt bloti í úrkomunni hér allra síðst. En síðan svona hallar undan fæti getur við sagt hvað varðar hitatölur. Það mun síðan létta til bæði sunnan og vestan til og dregur síðan smám saman úr ofankomun þegar við fáum þetta kalda loftmassa hér til suðurs yfir landið og miðjadag á sunnudag að þá ætlar að vera bjart veður víða allan á sunnan til á landinu, stöku él á norðausturhorninu og svo spáin að gera ráð fyrir að það komi bakki hér sem við sjáum hér rétt vestur af Vestfjörðum. Hann komi hér inn fyrst á Vestfjörði og síðan meir inn á Breiðafjörð, Sigma og Faxaflóa á sunnudaginn. En í framhaldinu síðan þá sjáum við hér að hitatölurnar og það voru verulega kalt allan í innsveitum miðjandag á sunnudag og áfram verður kalt hjá okkur síðan næstu dag, verður svona meira austlægt í þessu þá hjá okkur á mánudaginn, 30. Bjart veður samt nokkuð víða, stöku él hér sunnan til sem úti við norðurströndina. En á gamlárskvöld hins vegar þá ætlar að vera svona nokkuð ákveðin norðlæg átt á landinu, valla ský á himni hér sunnan og vestan til á landinu, getur snjóa lítilega á köflum norðan og austalands. En það verður svona fyrst og fremst nokkuð kalt í þessu hjá okkur eins og við sjáum hér 10-15 stiga frost, jafnvel nokkuð víða hér sunnan til sem og norðalands. En lítum örsnögt yfir til Evrópu, við sjáum að þessu skúraleiðingar og seinna meir éljagangur að þetta að ná til vesturströndar Noregs, en það er rólegt að veður víða í mið-Evrópu, sólríkt og hæglætisveður en þetta háþrýstisvæði þar sem ræður ríkjum. Og við sjáum að það er sama við Íberíuskagann að þar eru hitatölur svona nokkuð sumarlegar, hvað var það svona íslenskt sumarfar getur satt 12 til 18 stig.
En ágætis veður á Kanaríeyjum, stöku skúrir á Tenerife-eyjunni og endur síðan hér í Norður-Ameríku þar sem eru mikla skúraleiðingar hér í Suðurríkjunum og þar sem hlýtt og rakt loft streymir til norðurs. En séu þetta gott að vera í dag, verið sæl.